Halla, framboð þitt hefur farið svona frekar hægt á stað ef við miðum við kannanir, en það voru nú svona heldur að auka það, ert komin upp í 7,5% sýndist mér í kvöldfréttunum. Þú hefur meðal annars lagt áherslu á það sem þú kallar kvenleg gildi, en hvar eru konurnar? Af hverju styðja þær þig ekki? Já, það góð spurning. Ég held kannski að þurfi bara að fá að kynnast mér og þeim mun að fjölga mjög bara undanfarna daga og ég fagna og þakklát bara fyrir aukið fylgi. Amma mín sagði nú alltaf sígandi lukka er best og ég held að það sé bara svona svolítið motto sem allavega eftir ég eldist og þroskaðist, ég kann ágætlega við. En það er nú ekki alveg rétt hjá Davíð að hann hafi verið eini sem hafi talað fyrir annarri sýn á embætti því að ég steig strax fram og sagðist vilja fara að horfa til framtíðar og fara einmitt að huga að sárinu sem er til staðar í samfélaginu og sinna því og meðal annars virkja þjóðina með í að ræða og móta sína framtíð. Þú fengið mörg tækifæri til þess að kynna því núna að undanförnu og samt sem áður fylgir bara 7,5%. Hvernig, af hverju nærðu ekki betur til fólks en þetta? Ég held að þetta sé allt saman að koma og ég var nálægt 10% í annarri könnun sem birtist frá félagsvísindastofnun í dag, þannig að ég ennþá bara bjartsýn og ég held að við eigum ekki að vera að horfa svona mikið til skoðanakannana þegar við erum rétt að byrja að tala saman. Þetta í fyrsta skipti sem við erum öll að tala saman og þökk sé ykkur fyrir það. Og ég held að miðað við þær móttökur sem ég fæ á fundum og hvernig fólk bregst við því þegar það kynnist mér, ég var lítið þekkt þegar ég fór af stað og hvað margir eru óákveðnir ennþá, að þá bara ég margt eftir að gerast ennþá og ég bara bjartsýn og held áfram að tala fyrir því sem skiptir máli, sem meðal annars jafnréttismál og ég tel að það skipti ofboðslega miklu máli á Íslandi sé jafnrétti, ekki bara kynjajafnrétti, heldur jafnrétti fyrir alla. Og ég finna það á hljómgrunni Íslendingum að við höfum aðeins misst það í okkar samfélagi og fjárhagsleg staða og búseta og aðrir þættir eru farnir að ráða för þau tækifæri sem Íslendingar hafa. Ég ekki sátt við það samfélag. Ef þú verður forseti, munt þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt? Hall? Nei, síðan svo. Ég mjög hrifin af því ferli sem fór á stað eins og Andri nefndi á þjóðfundi og var ein af þeim sem kom að fyrsta þjóðfundinum. Þannig að ég myndi alls ekki beita mig gegn því, en þetta verkefni Alþingis og ég held að sé brýnt að það sé klárað og sett í farveg til þjóðarinnar því við þurfum skýrar leikreglur í samfélagið. Þessi spurning svona, ef þú verður forseti, munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? Halla? Já, ég lít á málskotsréttin sem þjóðarinnar og ég vildi helst að þetta veri skýrt í stjórnarskrá sem allra fyrst, þannig að leikregluna væri skýrar, en þangað til myndi ég setja mér vinnureglur og miða við þær tillögur sem nú liggja á borðinu og virðist vera þver pólitísk sáttum, þar að segja 15% undirskrifta og mín persónuleg skoðun á ekki að skipta máli þar. En það þó eitt sem ég myndi beita mér fyrir og það að framfæri upplýst umræða þar sem tryggt væri að fólki sem gengi til kosninga fengi að kynna sér máli sem verið væri að kjósa frá öllum hliðum og óháð hagsmunaöflum sem kannski hafa mismunandi sýn á það hvers konar áróðri haldið á lofti. Við ætlum að ræða núna forsetann sem sameiningartákn og leiðtoga. Og það eru flestir sammála það að forsetaembættið, að forsetinn þurfa að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera leiðtogi en það eru ekki allir sammála það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Halla, þú virðist alltaf standa þar sem gerjunin mest hverju sinni. Fyrir hrun varstu áberandi í viðskipta og fjármálalífinu, varst framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, en strax eftir hrun þá einhvern veginn varstu komin alveg yfir í hinn hópinn, hóp þeirra sem stóði á þjóðfundinum og vildu kröfðu siðbótar í þjóðfélaginu. Hefur þú ákveðna tilhneigingu til að fylgja straumnum og vera sammála þeim sem hefur hæst hverju sinni og heldur að það hugsanlega skaði trúverðugleikaðinn? Nei, ég held að það sé bara reyndar rangar hugmyndir það. Ég var vissulega framkvæmdastjóri viðskiptaráðs frá 2006 til 2007. Það eru hagsmunasamtök og ég sinnti því eftir bestu getu sem fyrsta konan í því embætti. En ég sagði upp störfum þar vorið 2007 til að fara gegn straumnum og standa með mínum gildum og stofnaði þá auði sem fór tjónlaus í gegnum hrunið og það geta og olli engum skaða og það geta kannski ekki margir sagt þá sögu. En ég þeirra skoðunar að það hafi haft mest með grunngildin í samfélaginu að gera. Það hefur alltaf verið áhugamál mitt og ég hef þar af leiðandi alltaf sem kennari áður en ég varð framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og alls staðar tala fyrir því að við eigum að vinna út frá góðum grunngildum. Og það ég frumkvöðull í því á mörgum sviðum samfélagsins, hef víðtæka reynslu bæði erlendis og hérlendis af því að innleiða gildi og það verkefnið sem óunnið frá þjóðfundi
þegar þjóðin kom svona fallega saman og var sammála hvers konar samfélag hún vill. Heldur að þessi áherslubreyting hjá þér, þar að segja fyrir hrun og síðan eftir hrun, þar sem þú varst í viðskiptaráði að tala fyrir mjög frjálslyndum gildum, nýfrjálshyggju og síðan þegar þú ferði yfir í alveg hinn hópinn, fólkinu sem að jafnvel stóð á Austurvelli í búsáhaldabyltingunni og fólki sem að vildi taka þátt í því að svona byggja upp nýtt Ísland. Getur verið að þessi áherslubreyting hjá þér gerir það að verkum að fólk viti ekki alveg hvar það hefur þig? Ég held að það getur verið að margir þekki mig bara ekki og þá grípa þeir kannski þarna 1 ár úr minni starfsæfi en þeir sem þekkja mig vita að ég hef talað með sama hætti og geri það alltaf. Og það sem ég vildi kannski segja líka, við sem einstaklingar og við sem samfélag, við eigum að draga lærdóm af reynslunni. Og ef við draugum ekki lærdóm af efnahagshruninu og hruninu á traustinu og samfélagssáttmálunum sem var og reynum að gera eitthvað í því, bretta upp ermar og búa til eitthvað sem að gengur betur upp fyrir fólkið í landinu, þá held ég að það sé valla trúverðuleiki að hanga í fortíðinu og halda áfram að gera eitthvað sem gengur ekki upp. Einstein kallaði þetta sturlun á sínum tíma og ég er bara þeirra skoðunar að fjármálakerfið okkar og viðskiptalífið og margt annað í okkar samfélagi þarf að breytast. Við þurfum að vinna út frá öðrum gildum og ég hef talað fyrir því mjög lengi og ég hef dregið lærdóm af öllum mínum starfsreynslum og reyna að nýta það alltaf til að vaxa sem manneskja og ég vildi óska þess að við hættum að velta okkur upp úr fortíðinni, færum að horfa til framtíðar og ræða meira hvers konar samfélag við viljum sjá heldur en hvers konar samfélagi við erum að koma úr. Þegar við getum ekki öll verið stolt af því. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis? Halla? Var ekki spurningin hvort það ætti að ekki Hvort þú myndir útiloka fyrirfram að hitta trúarleiðtoga ríkja, þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot til dæmis af samtökum eins og Human Rights Watch? Já, nema þú tellir að þú getur haft áhrif til góðs. Alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema forsætisráðherra að leggja fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Til að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Halla? Já, ég gerir ráð fyrir að fólk vilji standa við gefin loforð þetta en ég myndi líklega kalla formann beggja flokka til samtals áður en ég tæki endanlega ákvörðun. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Halla? Forseti er eina manneskjan sem við fáum að kjósa allir Íslendingar og lætur sér varða alla. Og þannig að ég tel þetta skipta mjög miklu máli ekki síst meðan traust á Alþingi er jafn lágt og raun ber vitni. Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og heiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn get ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn, hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Halla, þú hefur talað þín fyrir störf og þú hefur víðtækt tengslanett á erlendri grundu. Hefðir þú meiri áhuga því að rækta það erlendis heldur en að sitja heima á Bessastöðum? Ég tel brýnasta verki vera að græða sárin í samfélaginu og byggja upp traust og innleiða þessi gildi sem við viljum byggja þetta samfélag á. Það er stærsta verkefni og mikilvægasta. En ég vil vera duglegur forseti sem myndi gera gagn fyrir okkar menntastofnanir, okkar menningarlíf og okkar atvinnulíf og ekki síst frumkvöla. Og ég tel gríðarlega mikilvægt að nýta þetta embætti vel bæði til sóknar og varnar, geta tala tungumál og geta leitt fólk saman til að bæði búa til verðmæti og líka byggja upp okkar samfélag og ég held að við getum lært af öðrum þjóðum þannig að ég hef alltaf séð ákveðið tækifæri fyrir Ísland til að vera fundarstað friðar. Ég var í Bandaríkjunum á afmælisdaginn minn þegar Reagan og Gorbachev hittust hér. Því skildu við ekki vera fundarstaður fyrir fleiri sóknarmáli í heiminum hér á Íslandi þannig að það er líka hægt að sinna alþjóðlegum samskiptum hér heima. Hlutverk forseta gagnvart viðskiptalífinu og íslenskum viðskiptahagsmunum á hann að ferðast heiminn með viðskiptamönnum og jafnvel í boði þeirra til að efla viðskiptatengsl. Ég verð að fá að spyrja Höllu þessar sömu spurningar, myndir þú ganga erinda viðskiptalífsins erlendis? Já, ég tel að forseti eigi að styðja alla Íslendinga til góðra verka en gera það á grunni siðareglna sem ég myndi leggja til að Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík kæmu saman til að mynda fyrir embættið eða fulltrúar þaðan. Því ég held að skipti máli að sé gagnsæi hvernig það er gert og hvað er gert og hvað er ekki gert. Ég ætla sjálf að mæta á EM, ég vil hvetja Íslendinga til góðra
verka hvar sem þeir eru verði ég forseti og ég geri það bara almennt og ég held að það sé jákvætt. En við þurfum bara að vita hvar línan og sjálf vil ég setja jafnrétti á oddinn og mér langar í því sjónarmiði að óska stelpunum okkar til hamingju með sigurinn í kvöld. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það nú ekki flóknar en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta ein spurning fyrir ungu kynslóðinni. Halla? Já, mér langar að bjóða börnin velkomin á Bessastöð og ég held að þaðan komi frjóu hugmyndirnar en svo finnst mér líka alveg ótrúlega skemmtilegt í þessu framboði og ég myndi vilja halda því áfram að hitta eldri borgara og fá frá þeim visku og sögur sem að bara ylja mann hjartarætur.